Neskaupstaður hefur löngu verið þekktur fyrir mikið og öflugt starf í blaki og stundu talað að vöggu blak íþróttarinnar á Íslandi sé þar að finna. Það svolítið svoleiðis, við erum þekkt fyrir það. Og margir sem þegar maður segist fyrir Neskaupstað það bara já, það sem allir spila blak, það var svoleiðis. Og það rosalega mikil hefð, löng hefð fyrir þessu. Já, það svoleiðis, það bara blakið náði góðu festu hérna og hefur bara haldið því áfram. Kvennaliðið náttúrulega hefur svona gengið betur og verið lengur, en karlarnir byrjuðu aftur fyrir, ætli ekki, 4. ári núna sem að þeir eru spila í úrvalsdeild. Og svona fyrsta skipti núna í ár sem að við erum með svona ungt karlalið. Við byrjuðum, þetta voru svona gömlu kempurnar sem komu og ætlaði að starta aftur meistaraflokksliðinu og en núna erum við til dæmis, við erum að fara að keyra norður helgina og við erum í vandræði með að ná bílstjórum af því að við erum með svo ungt lið. Þannig að nú er bæði karla- og kvennaliðið orðið þannig að það er bara flott að ná uppbyggingu þar. Árangur kvennaliðsins á síðasta tímabili var hreint út sagt ótrúlegur, þar sem þær urðu þrefaldir meistarar. Á ekki fjölmennari stað hlýtur maður að spyrja sig hvernig þetta sé hreinlega hægt að tefla fram svona sterkum meistaraflokksliðum í blaki. Þetta er náttúrulega bara gríðarleg vinna og utanumhald og náttúrulega bara gott fólk sem hefur staðið að deildinni. Stjórnin og við höfum verið heppin að fá fagfólk til okkar til að vinna með okkur. Og samfélagið bara stendur saman að halda þessu við og náttúrulega styrktarlagarnir aðilar, það er sem að bara náttúrulega við gætum ekkert verið með svona öfluga meistaraflokka og staðið í þessum ferðalögum nema að hafa þessa styrktaraðila, það er bara svoleiðis. Já, það skiptir miklu máli að hafa góða bakhjarla. Ferðalögin eru mörg og fyrir lið á landsbyggðunum eru þau oftar en ekki löng. Það er bara bæði í yngri flokkum og meistaraflokkarnir eru náttúrulega, við fljúgum í alla leiki þar, það er ekkert að leggja þá leikmenn að fara að keyra í 10 tíma hvora leið til að mæta í leik og koma svo heim aftur. Þannig að það er gríðarlegur ferðakostnaður. Sem betur kemur náttúrulega ferðasjóður í sig eitthvað inn í Íslandsmótinu. Með góðum stuðningi má gera ótrúlegustu hluti, en hann þarf að koma úr ýmsum áttum, ekki bara fjárhagslega, heldur líka með mætingu á leiki. Það er rosa góð mæting hérna, það er bara útkall, það eru úrslitaleikir og þá mæta bara fyllist húsið og það standa allir með sínu liði og fólk er bara stolt af okkar liði og bara í Fjarðabyggð. Hér kemur fólk af fjörðunum, þetta er ekkert bara Neskaupstaður, þetta er bara samfélagið allt. Það hafa allir sem vilja sitt hlutverk að spila í því að láta dæmið ganga upp. En hvernig gengur að manna liðið ár eftir ár? Það hefur náttúrulega ekkert gengið kannski að fá leikmenn frá Reykjavík eða svoleiðis, en við höfum fengið leikmenn að utan svona til að fylla upp í, svona aðeins að styrkja liðin með ungu stelpunum. Við höfum verið, nú er svona spænska tímabili hjá okkur, við höfum verið því síðustu 4 ár. Við erum búin að ganga í gegnum, við höfum verið með Kínverja, við höfum verið með Rússa en núna erum við í spænska tímabilinu. Þjálfararnir okkar Valal og Borja eru búin að vera hérna, þetta er 4. árið þeirra. Valal, uppspilari kvennaliðsins, spilaði gríðarlega stórt hlutverk í góðu gengi liðsins á síðasta tímabili og var valinn íþróttamaður Þróttar 2018. Hún er á þessu tímabili í nýju hlutverki, móðurhlutverkinu, og stýrir því liðinu frá hliðarlínunni. En svona er lífið og liðið þekki það vel að missa sína bestu leikmenn og þurfa að reiða sig á yngri leikmenn. Við erum heppin að vera með marga leikmenn og við erum alveg með 13 manna núna á æfingahóp í meistaraflokk kvenna og hjá strákunum líka. Ungir og efnilegi blakarar á ferðinni með svona, eins og segi, eldri leikmennum í bland. Í þessu felst tækifæri fyrir yngri leikmenn til að spreita sig í stærra hlutverki og sýna að þau geti sinnt í djúpulauginni á meistaraflokksstigi. Það er sem það gera þau góð að fá að spila þetta. Þetta er náttúrulega líka erfitt, þetta er mikil ábyrgð að vera að spila í meistaraflokk, þetta er mikil vinna og menn þurfa að gefa sig í þetta og það er ekkert sjálfgefið og þetta er álag á þessa krakka. Það er heldur ekki sjálfgefið að eiga unga og efnilega leikmenn á hliðarlínunni þegar á reynir. Þar kemur inn mikilvægi þess að vera með öflugt yngriflokkastarf. Ég held að það sé engin vafi að við séum með öflugasta yngriflokkastarf á landinu. Við erum með lang fjölmennustu hópana þó að við séum langt frá að vera stærsti staðurinn. Þá mætum við á öll mót og erum með flestu liðin. En sem betur eru fleiri
fleiri klúbbar að koma inn, eins og Húsavík og Seyðisfirðingar eru að koma mjög sterkir inn. Það er mjög gaman að sjá þá eflast, en vantar aðeins hjá Reykjavíkurliðanum. Það er erfiðara að ná krökkunum inn þar. Víðum landið finnast þessi samfélög þar sem allir leggjast á eitt í að ná árangri á einhverju ákveðnu sviði. Árangur í íþróttum virðist ekki snúast mannfjölda eins og Íslendingar sem þjóð þekkjum svo vel, heldur samvinnu, karakter, drifkraft og svo þetta ekstra sem oft er erfitt að útskýra. Eins og samfélagið er bara rosalega meðvitað þetta og vill okkur gangi vel og fólk er duglegt að taka þátt í því sem við erum að gera, í fjáröflunum og mótahaldi og sem betur fyrir erum við með öflugan hóp af krökkum. Já, það vinnur allt saman til þess að búa til íþróttakúltúr sem er hérna í Neskaupstað. Já, það held ég. Svo við erum bara, hér er mikið úrval og líka gaman eins og sé að sjá þessa einstaklingsmiðuðu íþróttir. Það er ekkert allir sem funkar í hóp íþróttum. Nú erum komið karate og alltaf sundið og skíðin þannig að það ætti allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi hérna. Það er ekki spurning. Lífið er ekki bara blak. Nei.